Alltaf sömu brandararnir hjá þér, Rúnar. Vandamálið er, það eru allir hættir að hlæja. Kjartan, bíddu. Við getum rætt þetta hérna. Það er ekkert að ræða lengur, þið fenguð eitthvað tækifæri. Vantaði meira. Ég get reddað meira. Ég get tvöfaldað þetta. 42 milljónir aukalega. Ég lofa þér, ég gefðu mér bara 1 sólarhring. Það duga enginn innantóm loforð lengur. Ég meina það maður, ég lofa þér, þetta gerist aldrei aftur. Þú getur treyst mér. Þessi drullaðir! Fuck. Já, takk bara kærlega fyrir þú ert alveg að bjarga ykkur hérna. Ok, já, hvar? Ok, hvenær? Bara ekki máli, takk kærlega fyrir. Við sjáumst. Lukkan er með okkur í dag, hann er tilbúinn að hitta okkur. Veistu, ég held að þetta allt eftir að reddast. Ég vissi ekki að þetta actually að nota byssuna, ég meina, ég held að þetta var að hóta þeim. Þú drafst hann bara. Bessi! Hann valdi sinn veg. Hann vissi alveg hvað hann var að koma sér út í. Ég meina, hvað var hann til konu? Eða börn? Eða fjölskyldur? Bessi! Ef honum þætti svona verulega vænt um þessar blessuðu fjölskyldu sína, þá hefði hann hugsað sér tvisvar áður en myndi koma sér út í einhverja glæpaklíku. Hvernig stönduð þið peningamálum? Bessi! Ha? Hvernig stönduð þið peningamálum? Já, einmitt. Ég veit ekki, þetta lítur ekki vel út, sko. Ég held að þetta sé örugglega ekki meira heldur en 13 milljónir. Ég næri því nóg. Engar áhyggjur. Við höfum ennþá 9 klukkutíma og ef einhver getur flippað 13 milljónum yfir í 42, það er það Jökull Jens. Sælir strákar, fáðu okkur sæti. Má ekki bjóða okkur eitthvað? Viljið steik, bjór, viskí? Nei, Jú, bara eitthvað sterkt. Eitthvað sterkt. Kaffi minn. Hvað má bjóða þér, herra Jens? Annað drikkjanda mér. 2 drikkjanda drengjunum, eitthvað sterkt. Afi, vertu svolítið sætuð út að gera þetta. Veist hvað ég meina? Hvað segir þið, hvernig gekk?
vel, en ekki nógu vel. Hvað? Hleyptirðu Bessa í nammibarinn? Heyrðu, nei, ég var ekki Slakaðu á, ég aðeins að föndri í þig, drengur. Já, en Jökull, málið þannig að okkur vantar 29 milljónir aukalega. Það svolítið gróft. Ég átti að senda ykkur með stærri poka. Já, en sko, við höfum allan daginn til þess að klára þetta. Og það hlýtur nú að vera eitthvað þar sem við getum gert til þess að klára þetta. Það tvennt sem dettur í hug. Hversu langt eru þið tilbúinir að ganga? Hvað hefur í huga? Já, bara svona smá þjónustuverk. Hvað meinarðu? Þú veist. Hommast. Býtu, ha? Ég segja mér að þið hafi ekki potað í hvern annan. Eins og samlokur. Rúnar, ég veit ekki alveg hvort mér langar að vera... Hlusta á það! Það kemur ekki til greina. Róið ykkur, þetta var bara smá hugmynd. Hitt ekki jafn solid, en... En hvað? Það gæi sem að kalla sig Blazerinn. Ég kynntist honum á Dalvík, Fiskidögum, 93. Þessi gæi algjör ryksuga. Hann með svona underground pokerring. Það sem að hann stýrir öllu og þarna eru alvöru upphæðir í gangi. Ekki eitthvað klink. Þetta sé eini möguleikinn fyrir drengi eins og ykkur að ganga í burtu með 42 milljónir cash. Sko, Bessi, ég sagði þér það. Þetta bara easy peasy, Í rólu ykkur, þetta ekki alveg svona einfalt. Þú lappar ekkert á götuna og sest niður bara eins og ekkert sé. Það var sambönd. En það vill svo til að ég get komið mér í mjúkinni á einu sem ég þekki þarna og gæti komið ykkur inn. Ok, þannig, þetta er bara bókað. Ég þarf að hringja einn mann og slaka á. Veistu, Rúnar, ég ekki alveg viss með þetta. Djöfis svartsýni þetta alltaf í þér, Bessi. Svona í alvöru tala, hefur aldrei hugsað að fara með stofnina og bara láta laga þetta. Þú snippa þetta Ég er ekki að vera svartsýn. Snipp. Ég er bara að reyna að vera raunsær. Ég meina, hverjar eru líkurnar á því að þú ferð þangað inn og síðan actually vinnur á móti einhverju pókermeistara? Bessi, ég er pókermeistarinn. Ég þarf að finna mig betri félagskap. Bessi, þú elskar mig. Jæja, brósar. Hvað? Er þetta komið? Ég er búinn að plugga ykkur í leikinn. En þið eru svolítið tæpar á tíma. Þetta byrjar klukkan 9. 9? Já. Við þurfum að skila frá okkur um miðnætti. Þetta stendur svolítið tæft. Það er allt í lagi. Ég slátra þessu liði á hálftíma. Hérna er leynuorðið og adressan sem þú þarf til að komast inn. Á ég að segja þetta upphátt? Já, ef þú vilt komast inn. Já, þið bara þökkum fyrir okkur. Megi mátturinn vera með ykkur, drengir. Ó, guð minn góður. Ég skil ekki eins og hvað planið á að vera eiginlega. Bessi. Á ég bara að hangsa hérna á meðan og Bessi. hraslaða fingur það að þú ert að fara að púla 29 milljónir upp úr raskatinu. Bessi! Ég er ekkert að fara að púla 29 milljónir út úr raskatinu. Þetta er plan. Þetta er allt planað. Plan? Kallarðu þetta plan? Já, mér finnst þetta bara mjög gott plan. Rúnar, þú verður að hætta þessum fucking leikjum! Þú droppaði þessu helvitis cool guy akt!
Þú ert ekkert mikið meira heldur en menntaskóla dropout með mikilvægslukomplex. Í fyrsta lagi, fokka þér. Í öðru lagi, ég er kúlka. Í þriðja lagi, þetta er solid plan. Það eina sem þú þarft að gera er að chilla hér með ég fyrir inn og retta málunum, eins og venjulega. Og hvað þú nærði ekki? Bessi, þetta reddast. Ég fucking vona það. Segjum sem svo að það fari eitthvað úrskeiðis og þetta tekur aðeins lengri tíma en ég átti von á. Þá getur þú röllt yfir á pleysið, tala Kjartan aðeins til og keypta okkur aðeins meiri tíma. Já. Og hvernig á ég eiginlega að fara að því? Bessi, þetta er sára einfalt. Það eina sem þú þarft að gera er að setjast á mótunum og þykjast vera harðasti móðurfokkirinn á plánetunni. Þá þorir hann ekki að gera annað en að skýta á sig. Ok. Þetta er eina leið. Síðan þegar þetta er búið, þá erum við lausir. Það er gott að vinnur þetta. Hvað viltu? Sælir, ég kom til að spila. Þú ert ekkert hvað þú tala. Ha? Nei, býtum, ég er með leyniorðið. Sálin hans Jóns míns er ofmetin hljómsveit. Drullaðu inn. Já, gerðu svo vel, meistari. 13 kúlur, alvöru stöf. Þetta er alveg geggjað. Já, einmitt. Sæl. Blessaður. Þú hlýtur að vera blazerinn. Verð að segja að ég hef heyrt margt um þig. Ekki allt gott eða skil hvað ég á því. Meiri klestangæði. All right. Jæja, fyrst allir komnir, getur við ekki loksins byrjað? Jú. Ef hvolpurinn er búinn að koma sér fyrir.
Litli blindur 300.000. Hann hafi engar áhyggjur. Hann hækka fljótt. Oh, the neons are a-gleaming and the gamblers are a-dreaming. Oh, it's nightlife, yeah, nightlife. The chips go a-spilling and it's time to make a killing. Oh, it's nightlife, yeah, nightlife. Oh, their pockets are a-burning and the money flies. If the dice go a-turning and you hit snake eyes, you can't be a quitter when you're caught up in the glitter of that nightlife. Nightlife. There's long-legged women who will take you for a trimming. Yes, it's nightlife. Oh, nightlife. And their lips taste like honey, but they're out to spend your money. Yes, it's nightlife. Oh, yeah. Just roll that 7 and you'll hear them shriek. The 7 come 11, it's a lucky streak. You can't beat the drum and the excitement and the Varst í kvöldi, Nei, ekki kvöld. Ef vinniðinu vantar eitthvað, þessi, vinniðinu vantar eitthvað, getur þetta? Já, nei, ég held ekki, stuðnistöðan. Hei, ef þú kemur, ég meina það, sko. Ef þú kemur félagar enga og kaupa mér, skal ég gefa þér prósenti. Hvernig ljóma það? Sko, þú ert vinur minn. Þess vegna er ég að treysta þér fyrir þessu. Ég skal setja þetta upp fyrir þér, ekki með penna. Já, hei, sko, ef að... Hvað er glerið hérna? Sko, ef ég seldi þér 18 kr, 15 kr, segjum bara 15 kr, fokkið maður. Þú selur vinnu þínum á 18 kr. Það áttu komið 3 kr inn á milli. Þú fær 3 vini eina, það áttu komið 50 kr. Þú fær 10 viðbót, það áttu komið 150 kr. Þú veist, þetta er eins og í lagi. Manst því, Easy money. Aha. Hvað er þessi vinnu? Ég er ekki að fara að geta rætt að reyna fyrir í kvöld, sko. Þú varst alltaf með hana gæjanum það, hvað hétt hann aftur? Hana Lúða. Rúnari, var það ekki það? Hvað er móðin? Já. Og hvað? Nei, ekki það. Herru, Jesus Christ, Lárus. Hei. Skulum þið setja það? Aha. Fáðu þér sæti. Jæja þá, hvar er hann? Hver? Nú er engin tími fyrir grín. Já, einmitt, Rúnar komst ekki. Ég kæri mig ekkert Rúnar. Hvar er penningurinn minn? Já, einmitt, penningurinn. Já, sko, hér er málið. Já, ég ætla bara að fólda. Fuck it. All in. Nú erum við að tala saman. Jæja, sýndu spilin. Ekki slæmt. En samt ekki nógu gott. Nei, býtu, gerum öll ekki yfirbót. Ég má ekki við þessu. Þú veist reglurnar, Benni. Ég ætla ekki að leika húsið. Hversu mikið? 6 milljónir. Fyrir Rolex-úr. Ólíki seldum bara, það hlýtur að vera einhvers virði. Benni minn. Hendi fylgir með.
Davíð. Jæja, láttu vaða. Skrambinn. Heppnin er bara ekki með þér í kvöld. Nei, nei! Hentu þessi safnið. Jæja, eigum við að halda áfram. En þú, hvolpalingur, maður eða mús? Já, gerum þetta. Já, við erum með peninginn. Ég bara kom ekki með hann hingað inn. Bessi er það ekki? Já. Hefur einhvern tímann heyrt söguna smaladrenginn í Hnífsdal? Nei, ekki svo í muni. Það er ekki bara best að vera að koma sér í háttinn. Heyrðu, við sjáumst í næstu viku, elskan. Takk fyrir komuna. Mín var ánægð. Jæja, hvolpalingur. Bara þú og ég. Já, svo virðist vera. Hefur að kalla þetta gott í kvöld? Eða viltu halda áfram? Jú, gerum þetta. Það var drengur sem að smalaði fé í Hnífsdal. Hann satt einn yfir fénu langa daga. Dag einn kom til hans maður í afar fínum frakka og drengurinn var feginn að hafa einhvern til þess að leika sig við og dagurinn leið hratt. Daginn eftir þá hafðu 3 kindur horfið úr hjörðinni. Maðurinn í fína frakkanum sagði: eigum við ekki að fara lengra austur í dalinn og finna kindurnar? Og það gerðu þeir, en þeir fundu engar kindur. Daginn eftir endurtók leikurinn sig. 3 kindur hurfu og þeir fóru lengra inn í dalinn til þess að leita kindana en fundu ekki. Þegar þeir komu inn í enda dalsins þá segir smalinn: við erum komin í dalbotnin og höfum ekkert fé fundið. Þá segir maðurinn í frakkanum: svo er raunin ekki. Nú erum við komnir svo langt frá bíli bónda að hér mun enginn heyra þegar ég ét þig og allt þitt fé. Svo renndi hann frá sér frakkanum og það kom í ljós loðið hold úlfs. Bessi, Rúnar hefur rekið þig inn í botn dalsins. Þú reyndið þitt besta, litli hvolpur. En þú ætti bara að halda við bingókvöldin með ömmu.
Nei, byrju, ég vil annan leik. Það virkar ekki svoleiðis. Þú veist alveg hvað ég er að biðja um. Veist þú hvað þú ert að biðja um? Ég vil leik við húsið. Hversu mikið? 42. Og hvað fæ ég í staðinn? Ég býð hend mína í leik. Þú verður að vera frumlegri en þetta. Engin hendi er 42 milljón króna virði. Hvað vantar þig? Hvað meinar þau? Í safnið. Hvað vantar þig? Þú sagðist eiga safn. Hvað vantar þig í það? Ég hef hendur, tær, putta, eyru, nýru. Ekkert af þessu er svona mikils virði. En hefur eitthvað verið svo djarfur að bjóða þér hjarta? Þú gerir þér fulla grein fyrir því að úr þessu er aldrei aftur snúið. Það þýðir ekkert að grenja pappi, please þegar spilin falla þér ekki í hag. Ég hvort er dauður ef ég labbaði þetta út tómhentur. Davíð, komdu með góðu spilin. Ha, nei, Rúnar, hann er að koma. Bessi, ég vorkenni þig næstum. Nei, býtu, please, gerum bara séns, hann er á leiðinni, hann er að koma með peningin. Bessi, orðspor mitt er mér mikils virði og því miður þá er þetta eitthvað síðasti séns. Please, gerum bara aðeins mér í tíma. Ertu tilbúinn? Hit me. Sýndu spilin. Gefðu drengnum 3 aukalega fyrir frumleika. Þú ert alltaf velkominn aftur. Félagi.
Bessi, hér er lífslexía. Settu líf þitt aldrei í hendur annarra, hvað þá manna eins og Rúnars. Þú getur kannski nýtt þér það í næsta lífi. Ég er með alla peningana! Hann er allur þarna. Auka 1.000.000 í þokkabót fyrir seinskip. Komið. Strákar mínir, við vorum í samkomulag. Þið stóðuð ekki við skilyrði þess því miður. Stilliði mig. Æ, Kjartan, býta þessi. Hann kom með peningin, þú þarft ekki að gera þetta. Hvað er máli, Kjartan? Vantaði meira. Þú þekkir mig alveg, ég get reddað þig meira. Alltaf sömu brandararnir hjá þér, Rúnar. Vandamálið er, það eru allir hættir að hlæja. Kjartan, býttu. Við getum rætt þetta hérna. Það er ekkert að ræða lengur, þið fenguð eitthvað tækifæri. Vantaði meira. Ég get reddað þig meira. Ég tvöfalda þetta. 42 milljónir aukalega. Ég lofa þér því. Gefðu mér bara 1 sólarhring. Það duga engin innantóm loforð lengur. Ég meina það maður, ég lofa þér. Ég lofa þér, þetta gerist aldrei aftur. Þú getur treyst mér. Þið völduð ykkar veg. Og sofa hjá Jónu ef hún vill mig. Ég bið frið, að kenna grið. Ég verð að hvíla stundarkól. Og til mér er svo leið. Ég spyr færðu aldrei nóg. Nú er ég farin. Mein illa farin og búinn að vera. Þverrandi þor, ekkert hægt að gera. Nú er ég farin. Ég bið frið, að kenna grið.